Kvöld með gesti frá Hæli. Sportáttur með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi, klukkan orðin 10:10 og nóg eftir að sjálfsögðu á sportáttum að venju. Þegar mikið að vera, en helgina var náttúrulega stórmót í sundi, að það var Íslandsmóti í 50 metra laug og á línuna er kominn Magnús Tryggvason sem að þjálfa mitt þarna í Hveragerði og í landsliðsnefndi. Komdu blessa og sæll ekki? Já, blessaður. Hvernig hefur það? Já, mandi gott. Já, þú ert búin að ná þér niður eftir þessa frábæru sundhelgi sem átti sér stað núna? Já, já. Hvað er samt, getur þú sagt mér eitt, hvað er samt málið með það þegar eru sundmót að það eru alltaf Íslandsmet? Það er náttúrulega bara eðli þessarar greinar að vera að keppa í vatni sem að þessi mótstaðan er náttúrulega gríðarlega mikil að það verðist að vera þannig að það eru endalaust tækifæri til þess að bæta sig. En það er bara svoleiðis. Já, það er svona lítur út fyrir það að mótin eru slegin á hverju mótinu þá fætur öðru alltaf. Það er alveg, mér finnst eins og að ég sé alltaf að lesa Íslandsmet í sundi, alveg sama hvað það er. Já, það er nú bara þannig að það er mjög mikil þróun í sundi í heiminum í dag. Miklar framfarir og bætingar á heimsmetum og öðru og samkeppnin alltaf að vera harðari og harðari í þeim heimi sko. Og já, fyrir hlustandi sem veit almennt ekki við hvernig þetta er, þú ert búin að viðlöginni eða ekki bara sundi, hvað eru komið mörg ár? Ég búin að vera að þjálfa síðan hausti 1984, kallinn minn. Já, og þá var ég ekki til. Nei. Það var bara svoleiðis. Já. Og þú hefur væntanlega tekið eftir miklu breytingum en það ekki þá í sundinu á þessum árum? Jú, það eru búin að vera gríðarlega mikla breytingar í tækni, sundtækni kannski fyrst og fremst. Sundtæknin er tölvöld mikið öðruvís í dag heldur nú var þegar ég var að byrja að þjálfa og svo er stærsta breytingin kannski að þjálfunin er orðin mikið meira einstaklingsmiðuð og svo er náttúrulega tæknin orðin þannig að þú getur tekið sundmannin upp á símaðinn eða iPadiðinn og sýnt honum sundið og bent á það sem betur má fara og annað því líkt og alls konar svona hlutir sem að gera það verkum að fólk er að synda miklu hraðar í dag heldur en að bara gera bara fyrir 10 ára síðan. Varstu fyrir þá 10 ára síðan með vídeokameruna og taka upp og spila spólu? Já. Það er bara svoleiðis. Fljótt að breytast? Já, þetta breytist mjög fljótt. Já. En aðeins að Íslandsmótinu kannski byrja vist að við erum á Suðurlandi FM, það voru það ekki ykkur sunnlendingar sem tóku þátt á mótinu? Það voru engi sunnlendingar á þessu sinni. Nei. Og en það stendur út í bóta, það verða örugglega einhverjir krakkar að keppa næsta ári. Það var enga trú öðru en að það verði einhverjir krakkar bæði frá Selfossi og frá Hveragerði. Það þarf að ná ákveðnum lágmörkum til að komast inn á mótið. Það eru nú bara nokkuð ströng. Já, nákvæmlega. En hvað svona myndur þú segja að hafi borið svona hæst á þessu móti ef við byrjum á því? Það er náttúrulega langt besti árangurinn er náttúrulega Norðurlandamet hjá Eygló Ósk í 200 metra baksundi. Já, íþróttamaður ársins hérna á Suðurlandi FM? Já, það er mjög skemmtilegt en hún virðist alltaf að vera í feikna góðu formi og er búin að synda núna tvívegis á 2 vikum undir lágmarki fyrir Ólympíuleikanum 2016 og lágmarka tímabili fyrir þá leika byrjaði 1. mars. Þannig að þessir tímar hennar duginni til að komast inn á leikana, væntanlega. Og það er ansi sterkt, hún er eitthvað staðum milli, ég held 10 og 15 í heiminum með þennan tíma. Já, nákvæmlega. Í dag, sko. Þannig að, og svo sett hún Íslandsmet í afsakið 100 metra baksundi og hún bætti sig halva sekúndu í báðum greinum sem er ansi gott, sko. Hvað heldur að gerir verkum hjá henni að hún sé svona í miklu formi eins og núna? Hún keppti nú bara fyrir 2 vikur síðan í Danmörku og manni fannst nú lýgilegt að hún hafi náð þeim árangri og svo heldur hún áfram að ná svona góðum árangri? Já, hún átti nú að vera
full hvíld eins og við köllum það á mótinu núna helgina. Þannig að það var bara svona samkvæmt plani í rauninni. Já. Og þessi stúlka hefur gríðarlega möguleika og bæði hún stór og með góða sundtækni og svo hefur hún verið styrkja sig mikið í vetur og það skila sér allt saman. Já, nákvæmlega. En fyrir svona utan Eygló, var einhverju þarna sem svona kom á meira óvart heldur en aðrir þarna? Já, ég veit ekki hversu mikið hún kom á óvart, en það er stúlka sem heitir Bryndís Rún Hansen og er frá Akureyri og hefur verið að synda í Bandaríkjunum núna. Þetta er annar veturinn hennar í háskóla í Bandaríkjunum. Var það áður búin að vera í 2 eða 3 ár í Noregi. Mjög efnileg stúlka sem að kom fyrst fram á sjónasviði fyrir nokkrum árum með Evrópumeistaramóti unglinga og hefur svona átt til svolítið erfitt uppdráttar en er komin í frábært form og því bætti meðal annars Íslandsmetið í 50 metra flugsundi í gær og var fyrsta konan til að synda 50 metra, íslenska konan til að synda 50 metra flugsund undir 27 sekúndum sem að þykir ansi gott og sá tími samkvæmt heimsárikaskráni var 3050 besti tíminn í heiminum. Já. Eins og staðan var í gær og hún var líka að bæta sér verulega í skriðsundi bæði 50 og sérstaklega 100 og ef að heldur áfram sem horfir þá getur hún alveg orðið einn af keppendum okkar á næstu Ólympíuleikum. Já, nákvæmlega. En svo eru náttúrulega fleiri döfur hérna með alltaf metið sínu, Antomas Sveit Makí, hann náttúrulega kemur alltaf sterkur inn að bæta Íslandsmetið sín. Já, hann hefur nú ekki, hann er að æfa og synda fyrir Alabama háskóla í Bandaríkjunum og kom ekki heim að þessu sinni sem að í sjálfum sér er náttúrulega leiðilegt því að við viljum fá að sjá þess að krakka en það passaði ekki inn í prógrami hjá honum en við erum að velja landslið til að keppa á smáþjóðleikum sem að fara fram í Laugardalslauginni fyrstu vikuna í júní á þessu ári og þá verður Anton náttúrulega fremsti maður í því liði karlamegin bárlega. Munum við fá okkar sterkasta sundfólk á það mót því að þetta er nú stærsta mót sem að ISI hefur ráðist í þessi smáþjóðleikar? Já, ég meina, þú veist, ef einhver eftir sér ekki að mæta smáþjóðleika, þá er hann bara rekinn. Já, það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Já. Það er ekkert annað í boði heldur en að mæta. Og sundið hefur verið sigursælasta grein Íslendinga á þessum smáþjóðleikum og við ætlum ekki að það á ekki verið neinn breyting á því núna. Ekki á heimavelli? Nei, við erum velja lið sem að á að vinna til verðlauna. Og gerum tölvist nýsa kröfur og þetta lið verður tilkynnt eftir viku. Já, nákvæmlega. En ef ég verður nú að spyrja þig aðeins hún Eygló Ósk var nú í spjalli á dögunum og mér fannst þetta svo lýlegt sem hún var að segja. Ég var að velta fyrir svona atvinnu sundmaðurinn eins og þær eru og nokkri sem við eigum að hvað eru margar æfingur á viku hjá þessu íþróttafólki? Það er nú svo sem svolítið misjant en ef þú ætlar að vera í heimsklassa þá þarft að æfa eitthvað á bilinu 8 til 12 sinnum í viku. Já, og það eru 7 dagar í vikunni eða ekki? Já, það er nú yfirleitt æft 6 daga, 1 dag og frí og æft 2 á dag, kannski 2, 3, 4, 5 sinnum í viku. Það fer eftir því hvar á tímabilinu þú ert. En það er búið að reyna margar leiðir en það er ósköp einfalt, það er bara ein leið til þess að vera góður í sundi og það er að æfa alveg brjálæðislega mikið. Já. Það er bara svoleiðis. Þannig að æfing sem ég hef látið sundmann hjá mér synda voru 12,4 kilometrar. Já. Það var það við geðveiki eða ekki? Jú, en sá sundmaður var 5-faldur Íslandsmeistari á því Gent tímabili þannig að það var augljóslega æfing sem að skilaði sér
En svona, já, eftir þetta Íslandsmót, já, það eru náttúrulega svona, hvað tekur við hjá sundfólki núna bara undirbúningu fyrir smáþjóðleikana og það náttúrulega mismunandi greinar, sumir eru góðir í, sko, kannski 5-6 greinum og ekki betra fyrir sundmannin að sérhæfa sig í einhver einni grein eða gott að hann sé bara góður í mörgum? Það nú sko, svona grunn heimspekin í þessu snýst að maður er að ala alla sundmenn upp sem fjórsundsmenn til þess að gera þá svona eins víga á öll sundin eins og mögulegt og síðan þegar fólk eru eldra og þroskara þá það nú þannig að einhver ein sundaferð liggur betur fyrir fólki en önnur og svo hefur við náttúrulega dæmi menni eins og Anton Svein sem að keppti á Ólympíuleikunum 2012 í 1500 metra skriðsundi og það var fyrst og fremst litið á hann sem langsundsmann í skriðsundi. Svo fer hann í háskóla í Bandaríkjunum og þar hjá mjög færum þjálfurum. Annar þjálfarinn hans var þjálfari bandaríska landsliðsins í aðdraganda Ólympíuleikana í Atlanta 1996 og hinn þjálfarinn hefur meðal annars verið yfirþjálfari Breta. Þannig að þetta eru sko menn sem eru hoknir af reynslu og með samtalshátt í 100 ára starfsreynslu. Já. Og þeir breyttu langsundsskriðsundsmanninum í bringusundsmann. Það reyndar svo sem lá fyrir að hann átti til að auðvelt með bringusundi en það er mjög óvenjulegt að sundmaður sem er svona alltaf í heimsklassa í langsundi, í skriðsundi geti orðið að heimsklassa bringusundsmanni. Já. En er ekki svolítið erfitt fyrir Íslendingin að verða afrekssundmaður því að sko, eða svona hvernig stöndum við eins og með við Norðurlöndin og Evrópulönd eða svona annars staðar út í heimi því að já, nú eru Íslendingar svo metnaðfullir og eru yfirleitt ekki kannski samanber kostnað upp á að komast upp á styrkleikalista og fleira þau eru að ferðast mikið. Já, sko, við erum með 3 inni 50 metra laugar. Þannig að það er ekki hægt að kvart yfir aðstöðunni. Hún er hreint og beint frábær með að við flest önnur lönd og við náttúrulega búum við það kostað það kostar ekki mikið að hitta laugarnar okkar upp þannig að við erum með mikið af þeim. Þannig að það er frábært. Það sem að stendur okkur fyrst og fremst fyrir drifum er bara að það þyrfti að vera fleiri krakkar að æfa þannig að breiddin væri meiri og samkeppnin væri meiri á æfingum. Og það er til dæmis búið að gerast núna í Reykjavík á þessu kennistímabili að bestu krakkanir í Fjölni og KR og Ægi, þau eru farin að æfa öll saman og það er að gera þessum krökkum gott. Já. Klárlega. En hvernig er svona, já, frá því þú náttúrulega byrjar við horfum núna til Suðurlands að þá eru aðstæður vendarlega búin að lagast til betur bóta frá því allan að þú byrjar að þjálfa? Það er nú varla hægt að segja það sko. Það við náttúrulega fórum úr gömlu 25 metra út í lauginni á Selfossi í þessa nýju fínu 5-brautalaug sem er náttúrulega ágætt til síns brúks. Við vorum nú alltaf að reyna að tjakka hana út í að hún er í 6-brautalaug og aðsóknunarlaugin í dag, hún sýnir það hefði náttúrulega verið hárrétt ákvörðun að lengja hana eða breyka hana í 6 brautir og 15 metra. En það sem okkur vantar er náttúrulega almennleg inni keppnislaug, svona 25 metra innilaug, það er náttúrulega bara ein 25 metra innilaug á Suðurlandinu og hún er í Vestmanni, sem er kannski ekki sérstaklega flókið ef að landið virkar en hún náttúrulega virkar ekki nema örfá mánuð á ári. Nei, mitt. En það er svona, það stendur svo kannski ákveðið fyrir þrifum og við erum alltaf með fína 50 metra laug í Hveragerði og allt það. En það er til dæmis, þessar aðstæður bjóða ekki upp á það að vera til dæmis með sundakademi við Fjölbrautaskóla. Nei. Það væri tölvöld flókið sko því að það þyrfti að vera með kannski stóran part af æfingunum í Hveragerði og þó það sé nú ekki lengra heldur en 15 mínútur austur þá væri það nú samt svolítið snúið. Já, það væri svolítið snúið svona skreppa út í dúrin. Já. En það er væntanlega það ekki, já, draumur þinn að geta séð mitt almennilega þannig að þið getur að byrja með sundakademi því að nú eru alls konar akademíur konar Jú, þetta væri það
ægilega skemmtilegt og það alveg ljóst að svæðinu veitir ekkert af annarri laug. Það væri til dæmis bara upp á kennslu í skólanum og annað þvíumlíkt að það oft 3 bekkir í einu í lauginni á morgnana í kennslu, einn í lauginni og stundum 2 hópar í út í laugin á sama tíma. Og síðan þarf að vera pláss fyrir almenning líka. Já, nákvæmlega. Þannig að það er svolítið snúið, sko. En sundmaðurinn þetta, ef maður tekur saman þá það þarf að gera virkilega mikið, þú þarft að hafa sundi alveg, það bara algjört heimilitið það ekki, ef þú ætlar að vera afreksmaður í því. Jú, það þarf að æfa þetta mikið ef þú ætlar að vera góður og bara til þess að komast í úrslit á Íslandsmóti að þá þarftu aldrei að æfa minna þetta 6 sinnum í viku. Svona lágmarks 2 klukkustundir í senn nema þú sért með einhverja aðburða hæfileika, sko. Já, nákvæmlega. Það bara svoleiðis. Þannig að það mikið. En svona, hvað framundan núna? Eitthvað svona mót fyrir utan smáþjóðleikana? Já, það náttúrulega, sko, stórmót í Vestmannaeyjum aðra helgi, það Íslandsmót Garpa, sem eru svona eldri sundmenn. Já. Og það verða 7 sundmenn frá Selfossi sem keppa þar og allavega 1 frá Hamri og við erum sett að halda þetta mót í samvinnu við Eyjamenn og Sundsambandið og það verður mikil stemming. Þetta eru meiri partinn af þessu nú fólk sem að ég var að þjálfa hérna frá 94 til 2004 og svo erum við með snillinga eins og Sigmund Stefánsson og síðast en ekki síst Pál Sigurþórsson sem er fæddur 1938. Palli húsvörður í Landsbankanum eins og margir þekkja hann. Þannig að þetta eru alvöru garpar? Já, Palli, sko, hann syndi lengstu greinanar öllum og hann er elstur. Hann ætlar að synda 800 metrar skriðsund, fyrstu greina á föstudegi. Mér eru illt í maganum við tilhugsununa. Já, ég meina, þetta er maður sem er búin að synda Guðlaugssund síðustu 5 eða 6 árgestur sem eru 6 kilometrar á þess að stöðva og gerir það á rúmum 2 tímum og 25 mínútum. Þannig að það er aldeilis frábært að vera komin á þennan aldur og geta þetta. Já, okay. Sem að segja ykkur það, þetta er maður sem hefur iðkað sund sér til heilsubótar í áratugi og þetta er árangurinn. En svo eru svona rétt í loki fyrir ekki hvað ég held lengi, ég verð nú að spyrja þig að því að þá sem eru í boltaíþróttunum og fleira, þeir eru oft taldir mjög stirðir, er ekki mjög sniðugt fyrir þeir sem stunda þá íþróttir að svona æfa sund til hliðar allar og svona og sé nú einu sinni viku því að það er liðleikin kemur rosalega þar með. Jú, það er liðleiki, það er bara öðruvísi hreyfingar og þol og svona þekktasti bolta íþróttamaður sem að ég hef verið með í þjálfun, hann heitir Ingólfur Þórarinsson. Fann það út eitt veturinn að drenginir í Vestmannaeyjum var að æfa miklu meira heldur en hann og ákvað að mæti í sund 2 í viku og æfiði bara virkilega vel og ég man nú ekki hvað hann var gamall, 13 ára eða eitthvað svoleiðis. En hann var allavega í gríðarlega góðu formi það sumar eftir að hafa eftir sundið veturinn og ég er einmitt að fara að byrja á morgun með handboltastelpunar, meistaraflokk og þriðaflokk í sundæfingum og þær að verða að æfa á 30 og 50 dögum. Næsta, væntanlega apríl og mæ og gerðum þetta í fyrra og þær voru mjög ánægðar með þetta og fannst þetta svona skemmtileg tilbreyting og gefur gott þol án þess að það sé mikið álag á liði og svoleiðis. Þannig að það er bara mjög gott, þetta er svona ekta crossfit í rauninni. Þetta hefur allan að fara mikið í taugunar á mér í gegnum tíðina í svona áhugamanna fótboltanum að þeir sem æðu sunda, þeir einhvern veginn eru alltaf liðtakar en þeir sem hafa eftir fótbolta kannski allavega. Já, það kannski liggur fyrst og fremst í því að þessi loftháði grunnur úr sundinu að það eimir mjög lengi eftir af honum og þannig að fólk á auðvöld með alltaf að komast í form. Það er svolítið svoleiðis, sko. Já. Magnús Tryggvason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og ég byrst afsökunar hvað ég held lengi. Við höfum náttúrulega getað að spjalla langt fram eftir nóttu, hugsa ég. Já, við getum haldið áfram til morguns. Nákvæmlega.
Magnús Tryggvason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við mun heyra aftur frá þér síðan meir. Já, takk. Bestu þakkir. Já, sportátturinn heldur aðeins áfram göngu sinni, aðeins varum við dagskrá, það bara gengur og gerist. Næsta dagskrá það Íslandsmót íþróttum fatlara, við förum stuttlega við frjálsar íþrótti þar og svo rétt í loki förum við yfir svona úrslitakeppnina, fleira til, fara ekki langt. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Átt þú rétt